Góðan daginn, í síðasta þætti þá tölum við Daniel kafla 7 og við sáum þennan draum sem að Daniel fékk meðan hann starfaði í þriðja ríkisári Belsesars. Í þessum draumi sá hann 4 dýr stíga upp úr hafi og við sáum að margar tengingar eru á milli þessara 4 dýra og málmanna sem við sáum í Daniel kafla 2 í styttunni. Þar höfum við sem sagt gull, silfur, eir og járn og hér höfum við sem sagt ljón og við höfum bjarndýr og hleparða og svo ógurlegt dýr með járntennur. Við fengum líka að vita í Daniel kafla 2 að Babylon táknaði gullhöfuðið og svo fengum við að vita í Daniel kafla 5 að næsta ríkið sem mun taka yfir Babylon og taka við eru Medar og Persar sem unnu saman undir einu ríki. Nú ætlum við að kíkja nánar á túlkunina á þessum draum sem við finnum hér í kafla 7 og það gerum við með því að líta á vers 15 til 28. Takið eftir því að í versi 17 til 19 þá vill Daniel frá versum 15 til og með 19 vill Daniel vita hvað þessi draumur merkir, svo hann spyr og fær að vita að þessi dýr tákna konungsdæmi. Það sjáum við í versi 17. Svo rétt eins og málmarnir táknuðu konungsdæmi, þá tákna þessi dýr líka konungsdæmi. Við sjáum einnig að þegar við kemur 4. dýrinu sem að Daniel hefur mikinn áhuga á, þá hefur 4. dýrið 10 horn og hornin tákna konunga, svo upp úr þessu 4. dýri munu koma 10 ríki. Svo á meðal þessara ríkja kemur 11. hornið og það upprætir 3 horn og þetta endar svo með því, rétt eins og við sáum í Daniel kafla 2 að þessi 10 ríki þau ná til enda veraldar. Þá mun Guð stofna sitt ríki hér á þessari jörðu og mun aldrei taka enda. Svo hvað eru þessi ríki? Við vitum að fyrsta ríkið er Babylónia, annað ríkið er Medar og Persar. Við vitum enn ekki hvað þriðja ríkið heitir, en það munum við sjá í næsta kafla. Og svo er 4. ríkið sterkt sem stál. Það er táknað þannig með stálfótleggjunum í Daniel 2 og stáltönnunum hér. Og við sjáum einnig að það inniheldur einhverja hluti af 3. ríkinu. Við sjáum það hér í versum 19 til 22 þar sem að það hefur ekki bara stáltennur heldur eirklær, svo einhver hlutur af 3. ríkinu hefur varðveist í þessu 4. 4. ríkið mun ekki líða undir lok eins og hin. Svo í stað þess að vera yfirtekið þá mun þetta 4. ríki klofna í 10 ríki. Og það sem við lærðum í Daniel kafla 2 var að þessi ríki myndu reyna að koma saman á ný og vera eitt ríki eins og þau voru á tíma 4. ríkisins. En við sáum í Daniel 2 að það mun ekki takast. Þau munu reyna að gifta sín á milli, en rétt eins og járn og leir blandast ekki saman, þá munu þessi ríki heldur ekki ná einingu. Og svo gerist það að annað ríki
mun koma upp á meðal þessara ríkja sem mun byrja lítið en það mun tortíma 3 ríkjum og taki yfir og það mun lastmæla Guði, það mun tala gegn honum og taki eftir hvað stendur í versi 25. Hann mun snúa orðum sínum gegn hinum hæsta, kúga hina heilugu hins hæsta og ráðgera að breyta helgitímum og lögum og þeir verða seldir í hendur honum 1 tíð, 2 tíðir og hálfa tíð. Það gera sem sagt 3,5 ár í heild sinni. Svo hvert er þetta ríki? Hvað heitir það nú í dag? Við munum komast að því í næsta kafla. Þangað til megi Guð blessi ykkur meðan þið haldið áfram að rannsaka orð hans og ég hlakka til að sjá ykkur í næsta myndbandi þar sem við munum komast að því hvert 3. ríkið er og hvað þetta 4. ríki er. Hvaða ríki komu upp úr því og hvert er þetta litla ríki, þetta litla horn. Við munum sjá það í næsta myndbandi. Þangað til, megi Guð blessi ykkur.